veldið stórfenglega fólk, ég heiti Aron Óskarsson, ég ætla að vera með ykkur á þessu glæsilega þriðjudagskvöldi og með aðstoðarmann hérna í eyrinu Bjarna Jarl, hann er í heyrnartólunum allar að æpa eitthvað á mig þannig að hann getur sagt mér til og frá, hann var hérna með okkur síðast líka, hjálpaði mér mikið að vita hvað ég var að tala um og einmitt bara til að tala um eitthvað annað sem ég veit ekki um. Velkomin aftur í Formúlu 4-deildina og velkomin til Þýskalands. Við erum á Nürburgring GP-brautinni. Aðeins örfáum metrum út fyrir brautamörkin er að finna hið heimsfræga græna helviti eða Nordschleife. En í dag þá ætlum við að keyra á litlu brautinni. Hún er reyndar ekkert lítil, hún er alls ekkert lítil, hún er stór og mikil. En hún er alls ekki jafn stór og mikil og Nordschleife. Vel erfið braut, en hér eru styrktar aðlagarnir okkar. Málingavörur, þar sem fagmenn starfa með margra ára reynslu í þjónustu við réttinga og sprautuverkstæði all land. Einn er hjá þeim að finna hágæða bílabón og reynsuvöru frá vörumerkjum eins og Meguiar's, Concept og fleirum, vörulínu Rupes og Big Boy sem eru fyrir vali ótal margra þjónustuaðila í bílaþrifa og bílasprautuna bransanum. Aðalbón eru hreinlega betri og fremstir í grafínhúðun hér á landi með margra ára þjónustusögu við stærstu bílaumboð og bílasölur landsins. Fagleg hröð og framúrskarandi þjónusta. Bíllinn á þetta bara einfaldlega skilið. Verkfræðistofa Reykjavíkur, eftirlit, burðarþolshönnun, verkefnastjórnun og lagnahönnun eru aðeins nokkur dæmi þjónustu VFSR. Stofan hefur komið að miðbæ Selfossar, stúdentagörðum Háskóla Reykjavíkur og ótal fleiri verkefnum í formi verkfræði, burðarþols og lagnahönnunar. Svo er það stilling. Stilling er þitt eina stopp ef þörf er á einhverju bílatengdu. Hágæða mótorolía, gírolía og bætiefni frá Liquimoli, bílavaranhlutir frá virtum framleiðendum líkt og Valeo og Brembo og allir mögulegir aukarhlutir í bílinn. Að þau gera að finna hjá Stillingu allskins hand, sérloft og rafmagnsverkfæri, greiningartæki, lyftur, dekkjavélar og fleira. Auðvelt er að sjá að Stilling er þitt fullkomna stopp ef þörf er á einhverju í tengslum fyrir bílinn þinn. Stórar og kærar þakkir á styrktaraðalinn okkar. Það er Þórhallur Ingi sem er að sitja hérna hraðasta ring. Við skulum skella upp svona tímatöfli hérna fyrir okkur. Fimm mínútur liðnar af tímatökunni. Yndislega fólk. Og við ætlum að fá upp hérna svona, vonandi virkar þetta. Já, þetta er nýtt. Þetta er nýtt. Stórkostlegt apparat, góða kvöldi Póti, góða kvöldi Baugur, góða kvöldi Viktor No Brain. Já, þetta er rétt hjá þér, þetta er Íslandsmeistari í torfæru 2024 með gullfættið livery sem við fáum að sjá, það er að hár rétt hjá þér. En það sem við erum að horfa á er overlayið mitt sem er stórfenglegt. Mér sýnist, ef það er ekki að ljúga mér, overlayið. Ó, það er að ljúga mér. Það er að ljúga mér, það er svoleiðis. En það er bara að ljúga mér. Já, Elvar er til dæmis ekki með fjólubláðan sektor á fyrsta ring. Það er klárlega ekki að gerast, en Viktor Smári hins vegar gæti verið að gera bætingu. Við ætlum að gá hvernig þetta virkar. Ég er búinn að vera með ýmsar útfærslur af þessu overlayi hérna. Þetta hefur svona virkað stundum ekki, sko. Við sjáum til hvernig það gengur. Herðu, já, stíin! Við þurfum að vera í þau! Stíin síðan úr síðustu keppni. Hér eru þau! Það er Gunnar Karl sem tekur forskotið alvarlega eftir síðustu keppni, en sjáu það að Hákon getur náð honum, það er stutt í hann. Þetta er bara ein keppni sem að Gunnar Karl keyrir á vegg og tapar, sem er alltaf ólíklegt í miður. En mér sýnist hérna, þetta overlay verið í dómurugli. Ekki nema bara allir efstu séu að keyra hægar en, jæja, sjáum til. Lefum þessu overlay að rúlla eins. Er alltaf verið stíginn á liðunum svona. Það er þá Gunnar Karl sem er með fyrsta, Hákon með annað og Þórhallur Ingi í þriðja sætinu. Þar er helsta barðan. Það er fjórða sæti, þar sem Aron Breki er rétt fyrir aftan Þórhall. Það er mjög stutt þar á milli drengjana. Það verður bara mjög spennandi að sjá hvað gerist í framhaldinu. Það komið svart flagg á Jón Bjarka, svart flagg á Dag. Og Stefán mögulega að setja besta hringinn eða. Eða sinn besta hring. Að kíkja á overlay forritið mitt, er það að gera það? Já, þetta var besti hringurinn hans, þannig að allt grænt þarna make sense, það er gott að vita.
Þá kemur fjólublátt, eins og þetta sé hraðasti sektor sem settur hefur verið. Það er náttúrulega bullandi mistök á útreiknaranum hjá okkur. Að reyna að sjá þetta. Gunnlaugur Ásgrímsson, rallymeistarinn. Hann með grænan sektorina, Hákon. Ekki sjáu hvað stutt á milli manna hana. Sjáu það ekki neitt. Núna hérna, ég ætla að sýna ykkur liðana fyrst. Liðastíðin eru hér. Það er Albon Vafesser sem eru að sigra í þessari deild núna með langflest stigin og það er Patrik Magnússon að kenna. Hann er ekki búinn að ná duglegur að mæta. Það er Adalbón Vafesser sem er að taka sigurinn með Hákoni Darra og Sigurgeir Lúðvíksson. Eru náttúrulega berjast núna síðast. Þvílíka keppni sem við sáum hérna síðast. Stefán Freyr, Alexander Hauksson, Aron Breki. Bara það voru galnir hlutir að gera sem það síðast. Þórhallur Ingi var náttúrulega svaðalegur. Hann er eins og þið sjáu kannski núna í fyrsta sætinu. Eins og staðan er núna. Sjá nú hvað Gunnar Karl getur gert. Hann er 0,003 á eftir honum. Kemur þetta yfir línuna. Nær ekki að bæta þetta neitt. Ennþá er Þórhallur í fyrsta sætinu í tímatökunni hjá okkur sem væri alveg geðveikt ef að Þórhallur myndi nú byrja þessa keppni á undan Gunnari Karl og við fengjum að sjá alveg grimman kappakstur. Það væri rosalegt. Gunnar Karl hefur hingað til verið duglegur við það að stinga bara af. Þannig að lætur sig hverfa á fyrstu 3-4 ringjanum. Núna er ég að vonast til þess að við verðum bara með Gunnar Karl fyrir aftan Þórhall. Svolítið svona vel fram eftir allavega og kannski getur Aron Breki eða Hákon eða Gunnlaugur eða Arnar eða Stefán eða Alexander eða bara restin af liðinu gert eitthvað þá. Ég langar nú að segja ykkur frá draumunum hans Hinriks hérna. Hinrik nefnilega sagði með hann að hann ætlaði að klára keppni í 7. sæti. Hinrik sagði það við mig. Hvar er Hinrik á listanum hérna? Hér er Hinrik Haraldsson, Sixhúsa Racing, geitin sjálf. Eins og ég sjáu vel að skugginn á honum kemur svona út. Þið sjáu í gegnum skuggana því þetta er raun og veru skugginn hans. Við tókum bara svona mynd. Hvað er Hinrik að gera hérna? Hann er með 1 grænan sektor, hann er mögulega að bæta sig. Það er gulan hann í endan sem þýðir væntanlega hann hafi ekki bætt sig neitt. Jájá, hann er 100 millisekundum frá sínum allra besta ring. En hér er Vigfús Haukur eins og það er. Skellir sér upp í 9. sæti. Skellir sér upp í 9. Hákon ekki á sínum hraðasta ring, langt í frá. Gæti vel verið að þetta sé að virka bara nokkuð vel þessi punktar hérna hjá okkur. Ég heldur þessi að segja okkur það sem ég þarf, nema bara stundum kemur fyrsti sektorinn fjólublár og það er af því að menn eru komin inn í pit. Eitthvað sem að við bara látum kóðarann minn, AI kóðarann minn laga. Ná mandilega hjálpa okkur við það. Sigurgeir Lúðvíksson, Þorgils, Dagur Tumi og Patrik Magnússon. Allir komnir með græna sektor þarna. Aron Breki. Með kól ólöglegan síðasta ring. Það sem var að gerast. 4 mínútur eftir þessari tímatöku. Gunnar Karl er ennþá á eftir Þórhall Inga. Er draumurinn minn að fara að rætast? Kæra fólk, er draumurinn að fara að rætast? Patrikur Magnússon og skella sér upp í 3. sæti. Sektortímandi er ekki að segja okkur eitt eða neitt. Við vissi ekkert hvað var að gerast.
Þeir hafðu ekki hugmynd. Það sem þeir hafðu ekki hugmynd. Patrekur Magnússon skellir sér upp í 3. sæti beint á eftir liðsfélaga sínum Gunnar Karl. Þórhallur Ingi ennþá í 1. sætinu. 0,003 á eftir á undan, fyrirgefiði. Gunnar Karl bara leiða þessa keppni. Ég held svo mikið með pappina Sunnu sem er Þórhallur Ingi. Það er pappina Sunnu. Ég held með honum. Það er maðurinn sem ég held með í kvöld. Hann er alveg, ef þú vinnur í kvöld þá ertu uppáhalds ökumaðurinn minn á Íslandi. Punktur. Það er bara slegið. Herðu, Hákon Darri hann, kannski mögulega að setja eitthvað fjólubláan sektor. Hvað segir Bjarni? Er það að gerast eða? Sér þú fjólubláan sektor á honum líka? Já, nummer 2, sektor 2. Hann eru 5 sektorar á þessari braut. Það er ákveðið sláandi fyrir mig því að ég get bara valið 3 sektora. En já, já. Það er áhugavert. Gunnar Karl virðist vera, hann er komið til lína nær hann að gera eitthvað. Já, Gunnar Karl kemur sér upp í 1. sætið. Stórglæsilegum tíma. Nær að koma sér 0,007 eða sko 0,007 á undan Þórhalli. Þórhallur, út með þig. Út með þig, Þórhallur! Ok, hvað er Sigurgeir að gera hérna? Kemur þetta í línuna. Hann er 100 millisekundur frá sínum besta ring. Elvar Þór Karlsson hérna að skella sér upp í 14. sætið. Hendum okkur yfir í bíl hjá Arne Breka sem er að klára núna. Stoppar hérna bara út í kant. Þá förum við bara yfir í bílinn hjá Alexander sem að klára það hér. Bætti tíma sem bara ekki neitt. 25.000 úr millisekundu frá því. Patrekur Þór hins vegar, hann er úti. Sigurgeir Lúðvíksson er úti og það eru allar líkur á því að þeir séu að bæta tíma sinn. Patrekur er á leiðinu út í braut. Hann er út í braut. Ég átti nú að sýna ykkur hraðasta hring sem settur hefur verið. Ég hörðu, hvað gerist? Já, alveg rétt. Þetta er heat system. Ó. Núna. Jæja. 5 mínútur í biðtíma núna þar sem við förum í keppnina sjálfa. Það er einhverjir bílar komnir hérna á ráslínuna og við skulum fara og kíkja á þessa bíla. Myndavélar hérna. Bjarni Sigurðsson mættur á línuna.
liðsfélagi hans Elvar Karlsson, einnig mættur hér á línuna. Þorgils Árni Hjálmarsson líka mættur á línuna. Skulum fara yfir rásröðina okkar, eins og þetta heitir á yndislega góðri íslensku. Gunnar Karl Vignisson í fyrsta sæti, eins og svo oft áður. Þórhallur Ingi Jónsson í öðru sæti. Í þriðja sæti tekur Patrik Magnússon sætið og það rétt á eftir er Aron Breki Valgeirs. Og er það Hákon Darri Jökulsson og Gunnlaugur Ásgrímsson hér. Sigurgeir Lúðvíksson í 7. sæti, Arnar Kristjánsson í 8. sætinu. Stefán Freyr í 9. sæti, Alexander Hauksson hér í 10. Og í 11. sæti Vigfús Haukur Hauksson. Í 12. sæti er Bjarni Sigurðsson í Bláa Stjarnan. Flotta. Svo ánægð með þetta lifir í hérna sko. Too fast for incident, sagði Jón Bjarki Oddfríðarsson og Elvar Karlsson hér í 14. sæti, Hinrik Haraldsson í 15. Þorgils Árni í 16. Viktor Smári Þórðarsson í 17. sæti og Ragnar Þór Valgeirsson í 18. sæti. Svo er það 19. sæti, þar tekur Dagur Tumi Guðmundsson sætið. Nú finnum við eitthvað aðeins að stilla sýta hjá okkur, kæra fólk. Ég er smá spenntur, ég verð að viðurkenna það. En hér er Ragnar Þór Valgeirsson og hann er mættur á línuna. Ragnar Þór keyrir með aðeins öðruvísi búnað heldur en við öll hin og ég ætla nú að lesa bara hérna textan. Ég bað hann að senda mér svo ég geti fengið að segja eitthvað frá því. Hann sem sagt keyrir með penna, hann er ekki með mikla hreyfigetu og er fatlaður og hann keyrir með penna og Wacom teikniborði. Eitthvað sem ég veit ekkert hvað er, en ég get ímyndað mér að það sé einhvers konar teikniborð sem að hann getur notað og hann færir pennan upp á við til að gefa í, hann færir pennan niður á teikniborðinu til að bremsa og svo færir hann alltaf til vinstri og hægri, þú veist, til að beygja til vinstri og hægri, sko. Nokkuð einfalt eins og það er. Það er ekkert feedback eða neitt svolítið hjá honum, svo er hann ítar hann á penna til að skipta svona pennaklikk til þess að skipta upp gír og smellir með munninum til þess að gíra niður. Alveg magnað! Þetta er svalasti bílstjórinn á griddinu hingað til, það er bara svoleiðis. Mér finnst mjög cool, láta ekkert stoppa sig. Hann er mættur hérna á rásröðina með okkur. Velkomin. Hérna er samlokumeistari Gunnlaugur Ásgrímsson. Við sjáum hvernig hann er að tækla þessa samloku, en það verður spennandi að sjá hvernig hann á að tækla keppnina í dag. Já, vel og hann tækla þessa samloku sína. Og hér er liðsfélagi hans í Rúnkar Racing, Arnar Kristjánsson. Hér Yndislega, þetta er ekki Ég ætla að klikka á Viktor Smára, það lét hann sig hverfa. Það var nú ekki vel gert hjá þér. Hér er Þorgils. Jæja. Sýnist mér allir bílarnir vera að tína sér inn á brautina. Við þurfum að fara að velja okkur einhverja betri myndavél. Ætlum við að vera í þessum? Ætlum við að vera í einhverjum svona þyrlu hérna? Ó! Keppendur komnir á ráslínuna. Við erum að fara á stað. Og það er komið grænt, við erum farin á stað. Gunnar Karl verið snart frábær í ræsingu og Þórhallur líka. Svo baráttunum fyrsta stegin, fyrir þetta Stefán Freyr fyrir baráttu með 2 fyrir aftan sig. En við förum inn í fyrstu beygju og við sjáum að Hákon virðist ná mögulega að trítla sér örlítið fram úr. Eða hvað í baráttu við Aron Breka. Aron Breki er ennþá örlítið fyrir framan en náður að gera eitthvað þegar þeir koma hérna út. Svona. Það er allt orðið eðlilegt eins og á að vera.
strax komið slatta bilið frá 7. niður í 8. sæti. Alexander við Stefán Freyr enn og aftur beint fyrir aftan sig. Þessi tveir voru grimmir einhvern annan í síðustu keppni. Bjarni Sigurðsson og Elvar Karlsson báðir komnir með svart flagg. Af hverju? Fyrir hvað? Voru þjófstörtuðu þeir? Bjarni, aðstofamaður, hvað gerðist? Ég kíkjum þetta yfir á Gunnar Karl sem fremstur með Patrik Magnússon beint fyrir aftan sig og Þórhallur Ingi hefur ekki náð að gera góða hluti úr því að vera í öðru sæti tímatökunni. Situr núna beint fyrir aftan þess að liðsfélaga sem vonlaust fyrir hann eiginlega. Hann situr núna fyrir aftan Gunnar Karl tvisvar sinnum. Það eiginlega svoleiðis. Hann þarf að tróða sér í gegnum Patrik. Patrik alveg samum stíginn sín í þessari mótoröð því hann aldrei að vera að vinna neitt. Hann bara þetta til þess að vera fyrir. Þjófstart á Elvar Bjarni, já, það staðfest. Sigurgeir Lúðvíksson stingur sér þetta fram úr Aron Brega. Hvað að gerast hérna? Sigurgeir Þórhallur Ingi að ná að stinga sér samhliða? Já, mér sýnist það. Mér sýnist það bara jafnvel vera kominn fram úr. Þórhallur Ingi Jónsson strax búinn að stinga sér fram úr Patrik Magnússon. Patrikur gefur ekkert eftir og þetta beint fyrir aftan sjáum við Hákon Darri Jökulsson og Sigurgeir Lúðvíksson vera að finna lyktir af ruglinu sem gæti skeð. Þórhallur og Patrikur skiptum sæti þetta stanslaust þegar þeir fara í gegnum beygju krónbyrgsin og Gunnar Karl enn og aftur fær pláss til þess að stinga af og láta sig bara hverfa. Við þurfum bara að treysta á það að springi dekk hjá honum eða brotni spindilkúla eða eitthvað. Jón Bjarki, býtum við Alexander Hauksson að rinja niður listan. Hvað gerði Alexander? Hvað gerir Alexander? Alexander hvarf. Það það sem að... Þarna sjáum við Sigurgeir Lúðvíksson. Nei, við sjáum Þórhall Inga fyrir ekki. Býttu nú við, halló, hafnað fjörðu. Hér svaðaleg barátta í gangi. Þórhallur Ingi með 2 hákarla á hælanum á sér. Patrik búinn að koma sér aftur fram úr. Hvað gerir Þórhallur hér? Snúum okkur við, kíkjum inn yfir aftan og sjáum við það. Hákon Darri og Sigurgeir bíða bara eftir eitthvað gerist. Enn og aftur Gunnar Karl bara ná að snikka sér í burtu hægt og rólega. Og Aron Breki Valgeirsson hér Black Ice Racing stendur fyrir aftan og býður átekta. Einhver grænn. Gunnar Karl situr núna að raðast ring. Aron Breki að fara að koma sér samhliða. Erum við bara að fara að fylgjast með Arnar Kristjánsson að stinga sér fram úr. Vigfús Haukur grimmur. Sleppur hann ekkert frá sér. Alexander Hauksson kom með DNF. Bíllinn hans bara í skralli. Hann towed to pits. Kíkjum yfir á Aron Breka. Aron Breki hérna að tyggja í... Hann tyggur í diffuser plöturnar hjá honum Sigurgeir. Dagur og Bjarni komnir inn í pit. Þeir eru farin að hreinsa burt á sér flöggin sín. Bjarni, þú fengið annað flagg eða hvað? Náðu hann ekki að hreinsa sitt af? Þetta getum við séð pitstoppin hjá þeim. Nei, Elvar ekkert búinn að stoppa. Bjarni heldur ekki búinn að stoppa. Hann fór inn á pitsvæðið. Keyrði þar í gegn. Jó, þeir eru báðir búinir að því. Elvar hefur þá væntanlega klúður að sína eitthvað. Það hlýtur bara að vera. Herðu, þetta mesta baráttan í augnablikinu. Gunnar Karl
henn og aftur nær að slíta sig bara frá og meðan að baráttunum annað sætið verður alveg grjóthörð. Já, Þórhallur sýnir sig. Gunnar enn og aftur setur hraðasta ring. Alvarlega fór að vera spurning hvað að Hrjáan Bjarna Sigurðsson, hann með black flagg allavega, svart flagg trónir á honum. Aron, býta nú við, hver er ég að missa fyrir þetta? Leiði ég fyrir að horfa á okkar annað. Aron Breki stakk sér fram á þetta í Pínupons. En við förum yfir á sæti 9 þar sem að Arnar Kristjánsson er að reyna að tróða sér fram úr. Ég ítti orðatakkan. Ég ætlaði ekki íta á hann, ég ætlaði bara svona hofvera yfir takkanum. Þannig að við skiptum, en nú förum við aftur yfir á Arnar Kristjánsson. Það er alveg, hann er limtur ofan í Stefán. Stingur sér þetta á innri, Stefán rétt gefur hann nóg pláss. Það sleppa vel í gegn, allt er í góðu hérna en þá. Förum við yfir á Bjarkan. Hákon Darri Jökulsson. Fremri guli bíllinn hérna. Böggeri. Þarf að refresha Trading Paints. Trading Paints brosið. Bjarni Sigurðsson með svart flagg kemur út úr pittinum. Ætlar hann sé að gera, er hann að keyra yfir pittlínuna og eitthvað svona vesen? Er það möguleiki eða sjáum til með það? Aron Breki Valgeirsson núna að taka hraðasta hringinn. Stefán Freyr stingur sér hérna fram úr og hérna fyrir beint. Og Hákon er að stinga sér fram úr líka. Hákon Þórhallur er hér í baráttu og Hákon virðist vera komið fram úr. Og hver fær að snikla sér með? Það er Sigurgeir, hann stingur sér samhliða líka. Og núna er Þórhallur bara komin í baráttu við hann. En hérna beint fyrir aftan er og síðan þá svaðalegt múf á myndavélinni var. Já, sjáu þið Aron Breki, hann lyktar og finnur leiðir. Hann sér það eru möguleikar hér og þar. Og hérna hvað gerir Aron? Stígur, Þórhallur missir afturendan sinn. Er það ekki bara, var þetta ekki bara Þórhallur? Bitu, inn í bíl. Þetta voru mikið Aron. Já, svakalegt, hvað gerist þetta? Missir hann bara afturendar algjörlega sjálfur? Þetta er ekki incidentið hans. Aron, Sigurgeir og Hákon hérna, allir mjög þétt saman. Það er eiginlega ekkert sem aðskilur þá, en hvað kom fyrir Þórhall? Ég þarf að finna þetta endursýningu hérna. Kemur ekkert hérna fram neinstaðar að hann hafi krassað. Eins og vanalega kemur fram á töflunni hjá mér. Þannig ég get ekkert séð hvað kom fyrir hjá honum. Já, góður punktur hjá aðstoðarmanni mínum hérna sem að þið reyndar heyrið ekkert í en hann er að segja að það möguleikin hafi bara mist stjórn og ekki fengið atvikastig fyrir það og þá skráist það ekkert inn og kemur ekki inn hér í okkur.
Svo virðist vera að það sé það sem að gerðist. Hér Jón Bjarki í æpandi sókn á Vigfús Hauk. Allir bara að losa sig við svörtu flöggir sem þeir voru með áðan. Það mjög gott. Bjarni er bara að losa sig við sinn og hér allir í hreinu góða lofti. Hérna Jón Bjarki að gera sig líklegan í framúrakstur. Hérna ofar á grittinu rás. Hérna gerist það. Nei, það gerist ekki. Jú, stingur sér, nei. Allir rólegir, ég er rólegur sko. Mjög rólegur. Slær vel af hérna. Sigurgeir Lúðvíksson í 4. sætinu. Einn fyrir aftan liðsfélaga sinn. Þeir þurfa núna að fara að ná Patriki og Gunnari Karl. Alexander verður að víkja úr keppni. Netið í toppstandi sko. En það er eitthvað að bögga tölvuna hjá honum. Hákon Darri að taka raðasta ring. Alexander minn, þú gengur bara betur næst. Endurræsa tölvuna og eitthvað són. Herru, kíkjum á Aron Breka sem að gera sér líklegan hérna. Ekki það er út alla braut núna eitthvað að gerast líklega. En hér erum við að sjá Aron Breka í alveg æpandi sókn á Sigurgeir. Og það er aðri lítið skoriðin út í brautina. Aron Breki er á meiri hraða hérna út úr beginni. Það dugar þó ekki til. Hákon einnig hann rétt fyrir framann. Hann að setja pressun á Patrik. Hann þarf að komast fram úr Patrik sem allra fyrst ef hann ætlar að geta haldið í Gunnar Karl. Og hérna setur hann pressuna. Patrikur víkur ekki neitt, gefur engan sjens. Og Hákon getur ekkert gert nema bara að slá af og reyna að halda dampi og þá sogast Sigurgeir liðsfélagans algjörlega ofan í hann og sjáu þið hver er að gæjast. Aron Breki Valgeirsson sýnir nefið, stingur sér þetta samhliða Sigurgeir. Þeir fara í gegnum chicane. Sjáu Sigurgeir þetta fyrir framann. Vippar sér yfir á hægri akrinna og kemur sér samhliða og er nú kominn fram úr Hákon Darri Jökuls. Þeir fara inn á beinakaflan. Hákon með örlítið víðari línu svo hann gæti verið hraðar út. Já, það er svoleiðis. Hákon er að halda sínu sæti. Ótrúlegar breytingar sem gerðist hérna á síðustu svona 60 sekundunum. Nú er Þórhallur líklegur til þess að stinga sér hér. Stingur sér fram úr Gunnlaugi Ásgríms. Læra að læsa því eða hvað? Já, hann heldur því. Kominn fram úr. Samloku kvíslarinn Gunnlaugur Ásgrímsson situr nú í 7. sæti með liðsfélaga sinn hérna beint fyrir aftan sig Arnar Kristjáns. Það er Bjarni Sigurðsson rétt fyrir aftan. Svo Stefán Freyr og svo Vigfús Haukur að djöflast í splittarnum á honum. Nei, diffusernum á honum. Við erum sem þetta að taka svona í heat-keppni núna eða sprint-keppni eða hvað ég vilji kalla þetta. Þetta er allavega stutt-keppni núna, 8 ringir búnir af 13 ringjum og svo förum við í öfuga rásröð. Öfuga rásröðin, ég held að það sé top 10, mér skallast ekki áður en ég segi nú bara eitthvað rugl. Jú, ég held að það sé top 10, við segjum það bara allavega hvað annað kemur í ljós. Sem er snúið við og þurfa þá að byrja. Þess að ef að Gunnar Karl er í fyrsta núna þá mun hann byrja í 10. sæti á eftir. Og svo fá þeir stig. Það er talsveit lengri seinni keppnin en þetta setur svona ákveðina skemmtun í þetta fyrir okkur sem að heima sittum og erum að horfa á.
Fáum þá að sjá hraðari keppendur reyna að trítla sér í gegnum listan. Það topp 8, segir Viktor. Segir Viktor. Þú ert að keyra. Viktor, þú ert að keyra. Hvernig getur þú verið að tala? Viktor, hvað hann? Maður sjá, ertu með símaðið inn í bílnum með þeirra? Maður sjá. Þetta er spooky. Það er Aron Breki hérna ennþá ísenn í sókn á Sigurgeir Lúðvíksson. Það er þétt setið þetta á listanum hjá okkur út allt. 9. sætis barátta. Ragnar Þór að setja sinn hraðasta ring í keppni. Í þessum keppnum þetta er í rauninni algjör óþarfi að taka bensín. Sérstaklega þá í fyrri keppninu. Það er algjör óþarfi að taka bensín. Og mér skilst að í seinni keppninni, nú ætlum ég að lesa eitthvað, aðstoðarmaður Bjarni, þú ætlar að fylgjast rosalega vel með og læta mig vita ef ég á að gera eitthvað. Ég fer að reyna að lesa mig til. Fuel er nóg til þess að pitta ekki í Heat 1 en allir munu þurfa að pitta í Heat 2. Það er svoleiðis. Þið þurfa ekki á neina ágjör af dekka eyðslu eða svoleiðis en þið munu þurfa að taka bensín í seinni keppninni sem við förum í núna á eftir. Við erum í keppni 1 núna af 2 í kvöld. 9 ringir búnir af 13. Við erum að fara þetta inn á 10. ringin núna eftir smá stund. Ef að Gunnar Karl ekki bara nú þegar komin þangað. Nei, hann er enda rétt fyrir framann. En við erum að fara inn á 10. ring núna. Herðu, Hinrik Haralds. Hérna er hann sýndi sig. Það er eina sem hann gerði, hann sýndi sig. Hvað gerir Aron Breki? Þarf hann að sýna sig hérna, þarf hann að gera eitthvað, þarf hann að ná þeim. Tíu hringir af 13 búnir. Hér erum við í baráttu 4. sætið. Það er líka barátta 12. sætið sko. Þetta var ekki það sem ég ætlaði að klikka á. Þetta er það sem ég ætlaði að klikka á. Hinrik Haraldsson hérna, 6 Racing Team er að reyna að tróða sig fram úr Þorgils. Þorgils er ekki að hleypa hann fram úr. Við erum búin að sjá þetta margótt verða gult þarna og raukt og svo verður þetta bara gult aftur og hvítt síðan og þannig að Þorgils virðist vera grjótharður í því að halda honum fyrir aftan sig. Mér finnst ekkert eins og við verðum að fylgjast með þessu. Viktor Smári að krassa bílnum sínum. Hann getur ekki sagt okkur hvað hafi gerst bara hérna á chatinu. Hvernig sem hann fer á því. Wow. Sjáuð Aron Breki nær frábæru exit hérna út úr þessari beygju. Sigurgeir finnur fyrir því, hendir sér á hægri og lokar. Aron Breki sogur sig aftur í með kjölsóinu. Nær ekkert að nýta þetta í eitt eða neitt, en nær bara stingur sér þetta. Já, nær, en það er ekkert að gera úr þessu. Við erum á 11. hringnum, við erum á 12. hring fyrir gefið. Og það mest spennandi sem getur verið að gerast í þessari braut í augnablikinu er það að Aron Breki er að reyna allt sem hann getur til að koma sér fram úr. Hver var það sem að náði besta hringnum af öllum hérna fyrir keppni? Það er einhvern veginn, mér er sendt svona upplýsingar það. Já, ég sé ekkert það.
Það var áhugaður. Ég veit ekkert hver það var sem setti hraðasta ring fyrir þetta. Þess að áður en að keppendur taka keppnina og áður en taka tímatökur þá svona smá tímatöku keppni í gangi á æfingaserverunum. Og í svona þegar þeir eru að æfa sig einn þá geta þeir farið út á þessu braut og deilt tímanum með öllum öðrum og svo sem var tekur hraðasta ring fær að sína ringinn sinn. Ég átti að sína þetta í þaðan. Bara eins og upptekinn í tímatökunni. Á! Hvað var þetta? Hvað sá ég að gerast? Sigurgeir Lúðvíksson! Hvað gerðist? Hvað gerðist? Já, það var þannig. Ég hélt ég hefði séð eitthvað. Ég hélt það. Hér sjáum við Sigurgeir Lúðvíks fer á bremsuna og bara missir afturendan rétt nær að halda honum heilum og Aron Breki nær að stinga sér fram úr. Við erum á næst síðasta ring. Næst síðasti ringurinn. Þá kíkjum við yfir á Vigfús og Stefán. Sem að Vigfús finnur þefinn af mistökum hjá Stefán. Hinrik búinn að missa Þorgils frá sér 2 sekúndur. 2 sekúndur. Ekki alveg hvað gerist þarna. Sekúndum. Hérna, stingur það sér út. Já, stingur sér út. En þú veist, gerir ekkert meira það. Hákon með smjörþefinn á honum Patrik Magnússon. Spurning hvort að hann nái að stinga sér þar upp á honum. Bilið í, já, sko, Patrikur Þór allan með örlítið hraðari ring heldur en Gunnar Karl. Þannig að nú, já, sjáið þið að Gunnar Karl bara rétt fyrir framann. En sjáið þið, Hákon, hvað gerir Hákon þetta? Er Hákon að fara að stinga sér fram úr? Er hann að fara að stinga sér, nei. Hann bara að gera sér líklegan. Það er rétt, aðstöðmenni voru að benda mér á það. Gunnar Karl ekki búinn að vera að stinga af. Hann bara rétt þetta fyrir framann. Besti ringur hjá Gunnari Karl 300 millisekundum hægar en hjá honum Hákon til dæmis. Og hérna kemur Hákon, stingur sér inn á vinstri, ja, sýnir sig, hefur ekki nóg pláss til þess að eiga rétt á neinu þetta við hliðina á. Seinasta hringinn förum við inn á og Gunnar Karl 2,8 sekundum á undan Patrik Magnússon og Hákon Darri það rétt fyrir aftan. Aron Breki langt fyrir aftan, hann kom 2 sekundum burt. Sigurgeir Lúðvíksson það rétt fyrir aftan hann. Hér Þórhallur. Nú skulum við kíkja yfir í bílinn hjá honum Hákoni Darra sem að soga. Býtum við kannski kíkjum hingað líka fyrst. Sjáum hvort að Vigfús náður að læsa þetta inni. Já, nær ekki að halda því. Betri smjörþefur en smurþefur. Já, það er mjög góð punktur. Ég finn... Sjáum nú hvað Hákon gerir. Oh my goodness! Hákon missir bílinn og missir dettur niður 2 heil sæti. Hvað gerðist? Fáum endursýningu, við spólum tilbaka og sjáum Hákon, hann stendur í það á bremsunum, bremsundar rauðglóa og hann fer næstum því aftan á Patrik og missir síðan bara bílinn. Hákon Darri niður í 5. sæti, Aron Breki og Sigurgeir upp 1 sæti, 3. og 4. og þá bara bím, bara búm, það allt sem getur gerst, kæra fólk, allt getur gerst í Formúlu 4 deildinni. Gunnar Karl í 1. eins og svo oft áður. Patrik Magnússon liðsfélagi hans í 2. Aron Breki í því 3.
Og hérna kemur hann yfir línuna, Gunnar Karl Vignisson yfir línuna í fyrsta sæti. Já, mistan, sett hann í spól, gerði eitthvað brjálað, Aron Breki tekur þriðja, Sigurgeir í því fjórða. Við mistum að einhverju svaðalegu þar, eða? Jú, við missum, nei. Nei. Það var bara eitthvað glitch í leiknum. Ok, allt í góðu. Herri, já, það var það svoleiðis maður. Þetta var þvílíka keppnin. Á við niðurstöður úr þessari keppni hérna upp á töfluna. Gunnar Karl Vignisson sem tekur toppinn á þessu, Patrik Magnússon í öðru, Aron Breki í þriðja, Sigurgeir Lúðvíksson í fjórða sætinu, Hákon Darri Jökuls í fimmta, Þórhallur Ingi í sjötta, Gunnlaugur Ásgrímsson, rallymeistari minn sjálfur í sjöunda og Arnar Kristjánsson næstum því rallymeistari í áttunda sæti. Hann mikið að keyra í rally líka, sko. Stefán Freyr, Vigfús Haukur Hauksson. Svo það Þorgils Árni, Hinrik Haralds, Jón Bjarki, Odd Freyrsson, Ragnar Þór, Elvar Karlsson, Viktor Smári Þórðarsson, Bjarni Sigurðs, Dagur Tumi og í lokin Alexander Hauksson sem bara kominn núna inn í pit með bilaða tölvu eða bilaðan bíl, skulum segja. Bilaðan bíl. Jæja, kæri vinur. Gæti ykkur sendt mér hérna setta? Ég bara á standard, sko. Hinrik, ég bara einhverju langsett þetta frá einhverjum öðrum einhvers ánægtaðar. Hinrik mjög vel undirbúinn eins og þið heyrið. Hérna óskeptir stillingum á bílinn sinn. Jæja. Og þá lýkur þessari keppni. Þetta var ekki það sem ég ætla að opna illa að fá svona race info. Steikandi hiti þetta í brautinni á okkur, 26 gráður í brautinni sjálfur í 19 gráður lofthiti, þannig að þetta er nú allt í lagi, ekki svo slæmt. Þá byrjar einhvers konar svona kæling upphitun, keppendur geta farið út í braut, þeir geta slakað á. Við ætlum að taka smá pásu, auglýsingapásu og ég sé ykkur aftur, þetta er bara pínupons, ég þarf að fara að ná mér í drikk og ég þarf að fara að losa mig við drikk. Það er ýmislegt þetta þarf að gera sem þetta tengt vökva. Röstísi kapút. Er það staðan? Já, einn af Röstísi drengjunum er kapút, það er rétt. En ekki allir. Það er ekki búið, þeir eru ennþá möguleika á að taka þátt í restina keppnunum, sko, þetta klárast ekki. Og Alexander, ég meina, þú ert ekki átt, sko. Restartaði bara tölvun og komst inn í seinni keppnina og let's go! Þetta er ekki búið! Alexander! Herri já, tökum pásu í secret smástund.
Jæja. Komið sæl og blessuð, yndislega fólk. Er ég búinn að því? Ok. Jæja. Þá er þetta bara að gerast. Kæra fólk, eins og ég sjáu þá er búið að snúa ráðstöðunni talsvert við. Við skulum kíkja á stöðuna. Þetta er ekki staða í lok keppni, þetta er staðan í byrjun keppni. Það er Arnar Kristjánsson sem byrjar fremstur, Gunnlaugur Ásgrímsson, svo Þórhallur Ingi á Hákon Darri, Sigurgeir Lúðvíksson, Aron Breki, Patrikur og svo Gunnar Karl í 8. sæti. Svo verður gaman að sjá hvort Gunnar Karl nær að vippa sér hérna fram úr og upp í 1. sæti. Eða hvort hann þarf að hanga hérna fyrir aftan hina kóngara sem að verið talsvert frekir hingað til. Þeir eru búin með 5 mínútna upphitun áðan. Ég veit bara ekki hvað þeir eru að gera við þessi 5 mínútna gridtíma sem þeir vildu fá hérna. Ég veit ekki á hverju. Sjáum við tímatöfluna uppið, við erum í farið í keppni 2. Og ég sé, það er topp 8 sem er snúið við. Gunnar Karl tekur þá 8. sætið og það er Arnar Kristjánsson sem tekur 1. sætið. Haugur af keppendum hérna en það Petur eru greinilega svo stressaðir. Það er það sem er að gerast. Þeir víbra núna úr stressi og þora ekki inn á brautina. Sérstaklega þá meina ég Arnar, Þórhallur, Hákon, Aron Breki, Patrikur, Gunnar, Stefán. Allir sem er í pittinum ennþá. Þeir eru bara hrættir. Rífið ykkur nú! Let's go! Let's go, herðu, ég veit hvað ég ger á meðan. Ég ætla að sýna ykkur þetta hér.
Jæja, herðu kæra fólk, nú þetta alveg, þetta er að styttast. Hvað er margar sekundur í þetta, kæri aðstofamaður? 10 sekundur, kæra fólk, í rás röð hjá okkur. Barabim, barabúm, 5. Þannig að núna er keppendurnir að tínast hérna inn. Við fáum upp tímatöflun okkar góðu. Og oppum þessa tónlist og nú erum við með rautt ljós og við erum alveg að fara að fara grænt og við erum komin á stað. Arnar Kristjánsson nær ágætis ræsingu en það er Hákon Darri sem nær talsvert betri ræsingu, nær að stinga sér samhliða Þórhalli og sjáum hérna yfir ráslu. Sjáum þetta er snerting. Þetta er snerting, Patrik Magnússon og Hákon eða einhver, Sigurgeir, já, lemmiðast þetta örlítið saman. Þetta er grimmt inn í byrjun, menn ætla að komast fremstir sem allra fyrst. Hérna erum við að horfa á Patrik og við erum lindir inn í bíl og honum. Þetta er Hákon Darri sem hefur verið að þrýsta hérna út af. Hangið samt inn á braut, minnst verið í lagi. Við höfum aðeins harra með myndavélina sem við sjáum. Ó, þetta er snerting! Hver var þetta? Þetta er Gunnar Karl! Þetta er Gunnar Karl! Nei, þetta var Patrik Magnússon sem hann lendir í áreksturunum. Örlítið bump og snerting þarna. Og hér er Þórhallur Ingi kominn og algjörlega ofan í Arnar Kristjánsson. Gunnlaugur náði ekkert að gera við hann og halda hann í skefjum. Þórhallur ætlar að reyna að koma sér upp í fyrsta sæti núna sem allra fyrst. Og það er það sem hann þarf að gera, hann þarf að koma sér upp sæti, stinga sér fram úr hann með Arnar. En Gunnlaugur er að gera hann með þetta erfitt fyrir. Hann gerir þetta beint fyrir aftan hann. Hákon Darri sér ljósið, koma svo. Þetta er fallegt að sjá. Gullfallegu listi, Gunnlaugur nær að stinga sér hérna. Nei, ekki þó, endalausar breytingar hérna á fyrsta hringnum hjá okkur. Hver fyrir inn í pitt, það er Aron Valgeirsson sem skellir sér strax inn í pittin. Hann mögulega bara ná sér í bensín eða eitthvað, það þurfa að fara inn í pitt og hann er mögulega bara að koma sér úr þvögunni svo hann þurfi ekki að vera að berjast við neitt og svo keyrir hann hratt eftir það. Þetta gæti skipt sköpum fyrir Aron Breka, mögulegi að hann sé bara að fara að vera allra hraðastur eftir þetta, en við munum sjáum til. Ég meina, já, það er allt sem getur gerst, öryggisbíll gæti sprungið hérna út ef að, hérna, Gunnlaugur að bóta örlítið í Þórhall. Þarna, sjáu þetta, Hákon Darri og Gunnlaugur að kissast þetta. Eða sko dekkin af bílandinu, við skulum alveg slaka á, ekki fara að klippa þetta eitthvað að breyta sig ykkur. Hérna gerist það! Hákon lendir saman við Gunnlaug, oh my god. Hákon sleppur vel út en Gunnlaugur hins vegar er hruninn niður listan. Og hér er þeir. Gunnar Karl kominn í þriðja, Patrik Magnússon í fjórða sætinu að reyna hanga í liðsfélaga sínum. Gunnar Karl er 2,5 sekúnda eftir Þórhalli og Þórhall er alveg limdur ofan í Arnar. Hvað? Ég heyri einhver hljóð en það gerist ekki neitt, ok. Þeir eru að slæta þetta út í, hver fer hérna út af? Ragnar Þór Valgeirsson. Hérna er Hákon og Vigfús Haukur að slást. Hákon nær að stinga sér fram úr. Og Hákon beintir í pitt, liðsfélagans einnig, Sigurgeir Lúðvíksson beintir í pitt. Og Vigfús Haukur og hver hann við hliðin á Vigfús? Þorgils. Hanga hérna saman ennþá. Þórhallur Ingi kominn upp í fyrsta sætið og situr núna með besta hring. Hvar nær Þórhallur fram úr? Guð. Gunnlaugur nær hérna að stinga sér fram úr hennu Bjarna.
Já, virðist vera ná að halda því og hér hins vegar Patrekur Magnússon, Gunnar Karl og Arnar Kristjánsson allir að berjast. Arnar Kristjánsson að detta niður í 4. sæti. Þorkils snýr. Missir afturenda sinn. Mér sagt sjáu þið til, ég sá það ekki gerast en svona þetta, svona gott að vera með aðstofamenn. Hér hann í brjálari baráttu með Gunnleif Ásgrímsson og Bjarna Jarl beint ofan í sér. Jón, þetta er Gunnleifur, já, þetta er Gunnleifur sem er að ná að sníkla sér þetta fremst. Þorgils er ekki tilbúin til þess að gefa neitt eftir og ætlar að hanga í honum Gunnleif hérna. 3 ringir búnir af 23 ringjum, það er nóg eftir, ímyndslegt sem getur gerst og það er stutt bil á milli allra. Gunnar Karl byrjar að stytta bili yfir í Þórhall. Hangir einhverjum 2 sekundum eins og staðan er núna. Og við bara fylgjumst með, bíðum átekta. Kíkjum hérna á Bjarna Jarl sem er beint fyrir aftan Þorgils. Já, fyrirgefðu, Bjarni Sigurðsson, Bjarni Jarl er með mér í headsetinu, já. Þeir heita báðir Bjarni Sigurðsson, sko, bara Bjarni Jarl sem er í headsetinu mér, hann heitir Bjarni Jarl Sigurðsson. Getur verið mjög ruglandi, og hefur verið það þetta í gegnum tíðina. Mjög ruglandi, sko. Bjarni Sigurðsson í bláa stjarnan hérna, beint og eftir. Þorgils, Gunnlaugur, örlítið byrjar að slíta sig frá, þá hendum við okkur upp í 3. sæti þar sem Patrekur Magnússon er á eftir Gunnari Karl og Gunnar Karl er á eftir Þórhalli. Bilið er búið að minnka 300 millisekundur síðan ég talaði við ykkur síðast þetta. Svo nú er komin tími á Þórhall, pappina Sunnu til að spýta í lófana og stinga af. Láttu þið hverfa eins og Gunnar Karl gerir svo oft. En allavega ekki hleypa honum fram úr. Ég vil Þórhallur ekki gefa neitt eftir. Þetta setup það sökkar big time. Hinrik búinn að fá einhverja stillingar. Hinrik búinn að fá einhverja stillingar og er bara alls ekki ánægður með þessar stillingar. Skulum sjá hérna Hinrik, já, þarna er hann til dæmis bara alls ekki ánægður. Bara alls ekki ánægður. En hérna er Vigfús Haukur Hauksson, hann er að sækja á Stefán. Stefán er laus við Alexander núna eftir að Alexander lendi í vesenu með neti hjá sér áðan. En Stefán hins var ekki laus úr baráttu, hann er núna bara með Vigfús Hauk beint fyrir aftan sig. Patrekur hérna einnig beint fyrir aftan liðsfélaga sinn. En Vigfús Haukur hins var að gera sér líklega til þess að fara fram úr. Nei, og þá áverið Patrekur, þetta einhvern veginn breytist endalaust. Er Dagur Tumi að fara að stinga sér fram á Ragnar Þór? Já, eða hvað? Nei! Hann bara kýtla hann! Hann örlítið gilla hann! Já, hendum okkur yfir til Vigfús. Það er lopin örlítið að tegjast bara. Og Vigfús að gera sig... Já, finna línuna, finna mistökin, reyna að finna hvernig hann getur tæklað og komið sér fram úr. Gunnar Karl í öðru sæti að setja hraðasta ring. Hérna sjáu þið, Vigfús Haukur tekur swing, tekur ytri, Stefán Grimmur ver innri vel og heldur sinni línu, virkilega vel gert. Nú er Ragnar að snúa, hér er barátta í gangi. Hérna er hörkubarátta í gangi, Stefán. Og missa Vigfús Hauk fram úr sér. Já, missa, það er Haukur sem er að ná að stinga sér þetta fram úr. Býtum við, Hákon may have... Já, hér er árekstur, kæra fólk. Hér er stóri áreksturinn. Það er Ragnar Þór sem missir bílinn hér, missir afturendan sinn og Hákon kemur inn og þrumar inn í hann og aftan á Hákon fyrir Dagur Tumi. Hákon Darri Jökulsson komin í klessu og Dagur Tumi nær að halda bílnum áfram og trítla áfram.
Breytingar, Hákon Darri kominn niður í 16. sæti með kjötbóluflagg, tapar gríðarlega á þessu. En það nóg að gerast í baráttunni hjá okkur, hérna skulum við kíkja yfir á Gunnlaug er að soga sig algjörlega ofan í Jón Bjarka. Gunnlaugur Ásgrímsson snýr. Hvað að gerast? Ég væri til að fá að vita hvernig þessi fór út. Hvað að gerast? Ég ætlaði ekki að hafa neina áhuga, ég sagði henni bara svona. Veit ekki hvað þeir að skiptast þar af þessi drengir. Gunnar Karl og Hákon að koma sér upp í ykkur, og Gunnar Karl og Hinrik fyrir ekki. Það var meini kóðið til keppnisstjórnar, það var þetta ansi lélug kóðið. Kóði? Þeir halda... Ég halda þessu tali minni að... Þeir halda að það sé haft áhrif hér, eitthvað sem Hinrik segir. Ég bara málir í rauninni ekkert við hvað Hinrik sagði, svo því að sé alveg á kristaltæru. Það hérna keppnisstjórn sem tekur ákvörðun það þegar að slys gerast, og keppnisstjórn þótti það við hæfi að setja út öryggisbíl sem ég held að sé komin út með að við komin út öryggisbíl hérna. Áhugavert að gula flaggið skulle ekki poppa upp. En ef ég gerir svona og svona, þarna kemur gula flaggið sko. Gunnar Karl Vignisson þá að fara að minnka bilið algjörlega ofan í Þórhall núna með öryggisbílnum. Patrik Magnússon líka, þannig að við fáum að sjá gríðarlega baráttu núna fyrir Þórhall. Þórhall þarf að halda þeim fyrir aftan sig. Sigurgeir Lúðvíksson í 13. sætinu. Hákon með DNF! Hákon bara farinn úr? Hákon Darri Jökulsson bara farinn af servernum. Lét sig hverfa. Skellum við upp hérna pit upplýsingum, viðgerðarsvæðis upplýsingum. Þórhall Ingi og alveg niður í 11. sæti Bjarni Sigurðsson þar. Það enginn búinn að fara í pit. Það bara Aron Breki, Sigurgeir Lúðvíksson, Hinrik Haraldsson og Hákon Darri sem eru búin að fara í pit. Hákon Darri mögulega komin aftur út á braut. Nei, hann ekki komin aftur út á braut. Hvað hann búinn að fara oft í pit eða? Nei, hann bara búinn að fara einu sinni í pittin. Af hverju stoppar Hákon? Þeir eiga einn bíl. Einn bíl sem að... Hákon mögulega, þó að Hákon sé búinn með sinn bíl. Hann á að geta verið núna á heilum bíl, að ég hefði haldið. Hákon Darri var ekki með bíl. Ég að fá viðvörun latency variation. Hinrik segja okkur frá einhverju sem að kemur bara okkur ekkert við. Það gæti verið að Hinrik verði rekinn úr keppni fyrir að vera ekki með nógu gott samband við internetið. Verið áhugavert. Nú stóra spurningin það búið að safna öllum hér saman virðist vera
Hákon Darri, Viktor Smári, Alexander Hauksson, allir út og já, það svaðalegt. 3 keppendur hérna algjörlega Nú erum við bara að bíða eftir að öryggisbíllinn hætti sínum pælingum. Já, hér fara allir í pit. Það var allir í pit. Nema hver? Aron Breki, hver var þetta? Já. Þetta að hræra svo girnilega í öllu saman hjá okkur, kæra fólk. Einhverjir keppendur voru búnir að fara í pit, einhverjir keppendur voru ekki búnir að fara í pit og hér allt, taflan okkar að tvistrast. Hún að tvistrast. Þvílíkur una, þetta finnst mér gaman, ég allan spenntur. Ég spenntur. Það sannlega allar líkur á því að það séu ekki allir keppendur glaðir með þessa niðurstöðu hjá öryggisbílnum en lífið ekki sanngjarnt, kæra fólk. Og öryggisbílinn í iRacing hjá okkur í Formule 4-deildinni það ekki heldur. Vigfús Haukur kominn mjög nálægt, það verður spennandi að sjá. Hvar eru menn? Ljósin blikka á öryggisbílnum. Ljósin blikka. Hérna erum við með fallega línu af bílum, kæra fólk. Fremstur á línu Arnar Már Kristjánsson, Aron Breki Valgeirsson þar á eftir, Sigurgeir Lúðvíksson í þriðja, Hinrik Haraldsson, Sixuxa Racing. Hann var búinn að lofa mér að hann myndi klára keppni í 7. sæti. Hann var búinn að lofa mér því. Var Hinrik búinn að fara í pit? Hvernig staðan á því? Komdu með pit upplýsingar af vegginn hérna fyrir mig. Já, það Arnar Kristjánsson sem fremstur, hann á eftir að fara í pit. En allir hinir eru búnir að fara í pittin. Gunnar Karl Vignisson kominn aftur niður í 8. sætið. Hann á ekki eftir að hlæja svona mikið eins og ég að gera þegar hann horfir á endursýninguna. En þetta finnst mér skemmtilegt. Ég náttúrulega bara til þess að horfa og hafa gaman, sko. Sjá til. Jæja, þetta alveg að fara að gerast, kæra fólk. Ég veit ekki alveg hvernig öryggisbíllinn fyrir inn. Hvað gerir hann? Hvernig ljósir á þessum öryggisbíl? Ennþá á honum. Skulum við vona að hann fari nú að skera þig af. Slökkva ljósin. Erum við að fara að fá 1 hring í viðbót? Það virðist vera. Fáum 1 rólegan hring í viðbót. Það bara fer ekki burt þessi hringir.
Arnar Már. Þetta gerist það. Þannig ljósin farin af öryggisbílnum. Og það þýðir að við erum á síðasta ring. Við erum að fara að taka endurræsinguna eftir smástund sem gefur okkur 13 ringi eftir. 13 ringir sem að Gunnar Karl og Patrekur Magnússon hafa til þess að tróða sér upp listan. Hákon Darri Jökulsson því miður kominn í síðasta sætið og úr keppni. Ég veit ekki af hverju, Hákon, þú mátt endilega segja okkur inn á chatinu af hverju þú hættir. Ertu bara í fílu eða hvað skeiði? Ég er nokkuð viss að Hákon hefði getað fengið nýjan bíl. Hann hefði getað komið sér út úr pittinum núna og verið með. Keyrum þetta inn á allra síðasta ringin. Síðasta ring undir öryggisbíl, ætlaði ég að segja. Aron Breki byrjar að hita dekkin, verma kvikindið aðeins upp, gera hann tilbúin fyrir baráttuna. Nú erum við glukkum okkur hérna niður listan. Það er Arnar Kristjánsson sem tekur pólinn í þessari endurræsingu undir öryggisbíl. Aron Breki Valgeirsson í öðru, Sigurgeir Lúðvíksson í þriðja, Hinrik Haraldsson í fjórða, 5. sæti tekur Þórhallur Ingi, Patrekur Magnússon í sjötta, Stefán í sjöunda, Gunnar Karl Vignisson í 8. sæti. Leiðir þetta mót Gunnlaugur Áskrisson í þetta grjótharður og beint fyrir aftan Gunnar Karl. Vigfús Haukur Hauksson í 10. sætinu, Þorgils og í 11. í 12. sæti er Jón Bjarki Oddfríðarsson, 13. sæti Elvar Karlsson og liðsfélag hans Bjarti Sigurðsson þar á eftir í 14. sætinu, Dagur Tumi í 15. sæti og sá sem rekur lestina Ragnar Þór Valgeirsson, Team Rust Easy. En það er eitthvað vesen sem hann lenti hérna áðan. Ég ætla að sjá þetta fallegu runu af keppendum. Gullfallegt og hér er Gunnar Karl Vignisson leiðir þessa mótaröð og við erum að fara hérna inn á allra síðustu ringina, síðustu beigurnar fyrir ræsingu, endurræsingu og keppni 2 undir öryggisbíl. Let's go! Ég er til í þetta. Keyrum þetta í gang, segir Baugur. Akkurat. Keyrum þetta í gang. Er ekki eitthvað lag? Keyrum þetta í gang. Herru, þetta er að gerast. Öryggisbíllinn er farin inn. Arnar Kristjánsson er lagður á stað og það er komið græð. Hvað var þetta? Hvað var þarna? Þetta var Sigurgeir Lúðvíksson. Sigurgeir keyrir aftan á Aron Breki kom með kjötbolluflagg. Hvað er að gerast? Hvað gerðist hér? Arnar Kristjánsson í öðru sæti, Hinrik búinn að stinga sér upp í fyrsta og hérna er Patrekur Magnússon að dansa með bossanum á sér. Það er svart flagga á Hinrik, það er svart flagga á Patrek, það er svart flagga á Þórhall, það er kjötbolluflagga á Aron Breka. Það er allt að gerast þetta, kæra fólk. Þetta er allt að snúast í andhverju sínu frá því sem ég held að myndi gerast og Gunnar Karl er að fara að fá fyrsta sætið bara gefins. Það er það sem er að fara að gerast, algjörlega gefins. Ég bara trúi þess ekki, hvað gerðist? Hinrik, Þórhallur og Patrekur tóku allir fram úr of snemma. Þeir fóru af stað of snemma í endurræsingu og fá fyrir það svört flagg. Þetta setur stóra vesenið í kappaksturinni hjá Patrekur Magnússon. Gefur Gunnar Karl bara opboðslegt forskot. Hann er bara að vippa sér upp í fyrsta sæti án fyrirhafnar með þó Gunnlaug Ásgrímsson flagglausan fyrir aftan sig. Svo það er allir möguleiki að Gunnlaugur gera okkur gott og valda honum miklu vandræðum, því það er það sem ég vil sjá. Ég vil sjá vesen. Hér er Gunnar Karl.
Gunnlaugur Ásgrímsson að stinga sér upp í þriðja sæti meðan Aron Breki og Aron Breki og Þórhallur segir fara í pit en Patrikur, hann heldur bara áfram, heldur sínu fyrsta, þetta var vonlaust, heldur sínu fyrsta strikki hérna. Og Gunnar Karl er bara kominn í diffuser-plötunar á honum, að færa að hanga þá í tóginu hjá honum. Á meðan Gunnlaugur Ásgrímsson reynir að ná honum. Vigfús Haukur núna í 4. sæti. Arnar Kristjánsson dottinn í 5. Þórhallur Ingi hérna kemur sér fram úr nokkuð örugglega. Ótrúleg niðurstaða úr þessu öllu saman að Gunnar Karl hafi bara svo gott sem fengið fyrsta sæti gefins eftir mistöka baráttuna hérna á sem drengjum þetta fremst. Alveg magnað, ég hefði bara ekki trúið þetta var að fara að gerast. Erum við að horfa á Stefán Freyr, hann á höttunum eftir Hinrik Haraldsson. Hinrik Haraldsson þarf að fara inn í pit. Hér er Ragnar Þór. Hér er Elvar, Aron Breki og svo hérna er Sigurgeir alveg á höttunum eftir honum. Aron Breka, þeir eru í 12. og 13. sæti. Langt fyrir aftan toppana og hérna er Gunnar Karl stinga sér fram úr liðsfélagi sínum. Það gerist bara því hann er að fara inn í pit. Liðsfélaginn þarf að segja. Og Gunnar Karl örugglega kominn núna í 1. sæti. Vel öruggur þar. Og meina Patrikur fyrir inn í pit. Og Gunnlaugur Ásgrímsson, rallymeistarinn sjálfur, tekur annað sætið. Kíkjum við yfir á Stefán Freyr. Hendist þér hérna samhliða Hinrik. Nær hann að halda því, nær hann að koma sér fram úr Hinrik. Og hérna fara þær inn í beina samhliða. Hinrik með innri línuna núna og talsverð þægilegri línu til að fara. Sjáu þið, undercutti hjá Stefán. Stefán er illa flottur á því. Tekur innri línuna og hirðir hann af Hinrik. Algjörlega hirðir hann af. Virkilega vel gert hjá Stefán sem kemur hraðar hérna út úr beginni. Enda Hinrik með svarta flaggi og getur ekkert varist þessu á næstu ringjum. Og hér kemur Bjarni Sigurðsson og ætlar að gera því sama. Taka þetta sæti af Hinrik. Hinrik missir bílinn. Bjarni slær af. Svo hann lendir nú ekki á honum. Hinrik með svart flagg. Gunnar Karl enn og aftur kominn í 1. sæti og langfremstur. Gunnlaug 2 sekúndum fyrir aftan sig. Gunnlaugur Ásgrímsson mögulega að fara að taka allra bestu loka niðurstöðu sem hann hefur nokkuð tímann fengið. Virkilega vel gert. Ég ætla að vona hann haldi sér þetta grjótarður. Vigfús Haukur Hauksson einnig í 3. sæti. Það er mjög áhugavert að sjá hvað þessi snillingar ná að halda þessum sætum hjá sér. Annað og 3. sæti á einhverja nýja meðlimi væri mjög skemmtilegt. Mjög skemmtilegt. Hendu okkur hér inn í bíl hjá Aron Breka. En Aron Breki með Sigurgeir á höttunum og hælanum eftir sér. Hér er Bjarni. Hinrik fer inn í pittin. Reynir að hreinsa af sér sitt flagg. Svo lengi sem Hinrik gerir nú engin mistök þá ætti það að ganga. Nei! Hér er Dagur Tumi að missa bílinn sinn. Liðsfélagans Hinriks missir afturendan. Já, ok, ekki verra en það. Og þó ekki verra en það. Þórhallur Ingi komið fram úr Hinrik líka. Kemur upp í 9. sæti. Og Hinrik að falla niður í 14. sæti eftir að hafa stoppað í pittinum. 13 hringir búnir af 23 hringjum. Hér er Þórhallur. Talsvert hraðar en Dagur Tumi. Og Dagur Tumi með svarta flaggi, svo Dagur ætlar ekkert að berjast og ekkert að slást. Flýgur hérna bara á stað. Aron Breki hérna
Black Ice Racing. Patrekur Magnússon hér að gera sér líklegan til þess að stinga sér fram úr Bjarna Sigurs. Límir sig hérna aftan á hann. 17 sekundur í liðsfélaga hans Gunnar Karl Vignisson sem situr í fyrsta sætinu. Einhvern veginn bara ótrúlegt en satt og fekk hann bara gefins á hann. Alveg frítt, ég trúi ekki, ég held við værum loksins að fara að fá svo að Gunnar Karl að þurfa að berjast tvisvar sinnum í keppni, en nei, það var ekki það sem gerðist, en hérna er eins og liðsfélag hans. Nei, jú, hann kemur sér samhliða, nær að koma sér samhliða Bjarnar Sigursson og núna með innri línuna og nær að læsa þetta fram úr, komið fram úr, tekur körp, skellist þarna upp á körpið. En baráttan þriðja sætið er hér og það er Arnar Kristjánsson í sókn á Vigfús. Vigfús er grimmur, nær að halda þessu út af fyrir sig, nær að halda honum fyrir aftan sig og Arnar þarf að reyna aftur síðar. Hér inn á síðasta beinakaflan inn í fyrstu beigur, Sigurgeir Lúðvíksson og eftir Aron Breka. Þessir drengir hafa barist margoft í deildinni. Það verður áhugavert að sjá þá hérna núna næstu 10 hringi reyna að lokka sig upp listan. Hér er Þorgils og Elvar Karlsson í brjálari baráttu. Elvar ná stinga sér aftur fram úr. Dagur Tumi að fá á sig kjötbolluflagg sem þýðir hann að við klest bílinn sinn og þurfum að fara í pit. Og hér er Arnar Kristjánsson að stinga sér fram úr Vigfús. Nær hann að líma þetta og halda þessu inni. Já, svo virðist vera Arnar Kristjánsson komin upp í þriðja sæti. En þá skellir sér inn í pit. Akkurat, hann átti eftir að taka pitinn. Og Vigfús Haukur Hauksson upp í þriðja sæti aftur. Arnar varð bara að sína. Ég get þetta. Bara svo þið vitið að þá get ég þetta. En hérna, taktu þetta aftur. Gjörðu svo vel. Það er þá Vigfús Haukur Hauksson sem situr hér í þriðja sætinu. Annað sætið tekur Gunnlaugur Ásgrímsson í fyrsta. Er Gunnar Karl Vignisson. En í 10. sætinu og í brjálari baráttu er Aron Breki Valgeirsson og Sigurgeir Lúðvíksson. Sigurgeir hérna í sókn á Aron Breka. Nær frábæri beigð inn í beiguna, hangir vel aftan í Aron Breka. Aron Breki, Aron Breki missir aftanendan, missir framendan og grípur þetta allt saman og heldur sér hröðum hitt út. Ég bara skil ekki hvernig bíllinn gat haga sér svona þetta út úr beginni. Þórhallur hér í 7. sæti að reyna að tróða sig fram á Bjarna. Já, nær því ekki en hann gerir sér líklegan og hérna nær hann ferðin út. Kemur hraðar en Bjarni út úr beginni. Nær hann að koma sér í samhliða hérna, já, nær stingur sér samhliða og nú er hann komið fram úr. Læsir þetta inni, Bjarni Sigursson gefur eftir. Já, hann gaf nú ekkert eftir. Þórhallur Ingi tók þetta bara. Arnar Kristjánsson komin út úr pittinum, endar þá í 10. sæti. Og við erum þá bara komin inn í bíl í 9. sæti og Sigurgeir Lúðvíksson sem er á höttunum eftir Aroni Breka. Hann að reyna að koma sér hérna fram úr. Það er mikil barátta stig hjá þessum drengjum.
Koma svo. Gunnar Karl búinn að stækka bilið 2 sekúndur síðan ég talaði þetta síðast. Gunnlaugur Ásgrímsson kominn 4,8 fyrir aftan hann. Vigfús Haukur ennþá í 3. sætinu og að fara að taka sinn fyrsta verðlaunapall ef hann að klára og halda þessu eins og staðan með Stefán Freyr 5 sekúndur fyrir aftan sig. Þykir mér það bara alveg líklegt. Já, Vigfús Haukur eflaust með hjartað í buxunum eins og aðstofamaður minn segir þetta. Það alveg rétt hjá þér, hann örugglega nett stressað og sérstaklega ef hann að hlusta sem hann ég vona hann sé ekki að gera. Hann örugglega með hjartað í buxunum en Hinrik Haraldsson hins vegar, hann að hlusta. Og þú mátt taka 360 fyrir okkur. Nei, ekki gera það, ég ekki að horfa á þig. Ekki taka 360, það ekki. Það var djók, Hinrik. Ekki gera neitt. Gæti gert ykkur að vitleysan, Hinrik. Hérna, fylgjumst með Sigurgeir. Hann virðist ætla að gera eitthvað bráðum. Þetta kemur bráðum. Hérna, mögulega hér. Nei, hann hefur ekki hraðan út. Jón Bjarki að sækja á Elvar líka. En ég Rock and Me, heldur að Guð hafi eitthvað á móti hann tók hundurinn tók petalan úr sambandi. Óff. Það hrikalegt. Hver þetta Dagur? Þú í pittinum hana? Það hrikalegt. Ég myndi lóa þessum hund. Það var kannski svolítið grimmt. Sjáuði Jón límir sig algjörlega ofan í Elvar. Nær hann að kíma sig fram úr. Já, eða hvað, jú. Elvar Karlsson nær að stinga sér hérna fram úr. Vel gert. Aron Breki að ná Bjarna. Sigurgeir beint fyrir aftan, svo nú spurning. Hvað gerist hér? Ef Aron Breki hraðar en Bjarni þá þarf hann að komast fram úr sem allra fyrst og hér Bjarni samhliða. Sigurgeir nær að sjóa þessu líka fram úr og Bjarni bara hleypir þeim vel og snyrtilega fram úr sér. Ætlar ekki að taka neitt þátt í þessari baráttu. Ætlar ekki að láta keyra sig út af eða neitt. Hann kemur ekki nálægt þessu. En já, Dagur Tumi missir petalana úr sambandi út af hundinum sem hann þarf að lóa. Já, hann sammála. Hann þurfti þetta P13. Hann að lóa þessum hund. Þetta ríkilegt. Jæja. Sigurgeir Lúðvíksson á hælunum og Aron Breka og Patrikur einnig byrjar að skera sig sýnilegan í beglanum hjá honum Stefán. Já, hvað? Kíkjum yfir á hérna eða beint fyrir aftan. Hér barátta líka. Sigurgeir að sóast nær. En bara nær, ekki nógu nálægt til að gera neitt í því. Hér Patrikur. Hann með stóru ferðina hérna beint fyrir aftan. Stefán Freyr virðist ekki vera á neinu ekstra miklu kjölsói. Tekur þetta spliffi eða bluffið á þetta. Nær, sjáuði Patrik, virkilega hraðurinn en Stefán bara eitur og meitilharður. Kemur ekkert eftir og kemur hraðar en Patrikur Magnússon út úr þessari beygju. Stefán Freyr ætlar að halda þessu 4. sæti út af fyrir sig. Fíla. Hér Sigurgeir. Hann líka að reyna, en það ekki nóg. Býttu nú við, hér Patrikur. Og hann í 300 millisekúndur eftir.
Sigurgeir bara rétt á eftir. Henrik skilst mér að snúa bílnum sínum í B1. Hann mun kenna þessu setupu endalaust. Það honum að kenna fyrir að vera að taka móti setupu frá... Ó, hérna Patrikur, sjáuði Patrik! Stingur sér samhliða Stefáni og hirðir þetta bara af honum. Mjög vel gert. Hákon, hvað gerðist? Okkur hélst ekki áfram. Hann vill ekki segja neitt í kommentunum. Hann vill ekki segja neitt, hann farin bara að sofa. Stefán, ekki gefa neitt eftir. Við erum með þér í liði hérna, öll sem erum að horfa. Við viljum sjá því fara fram úr Patrik aftur. Sigurgeir hérna að reyna grimmt. Aron Breki er í vörn. Sigurgeir er alveg bara allstaðar í speklunum Aron Breka. Sjáðu hvernig Sigurgeir örlítið slæðir af fyrir til þess að hann geti komist fyrr á gjöf. Hann langar að komast hraðar út úr beginni heldur en Aron Breki. En Aron Breki er bara að halda gríðarlega góðum hraða hérna út úr þessum begjum. Og ef við kíkjum á síðasta hring á töflunni hjá okkur, sjáu það að Sigurgeir Lúðvíksson er örlítið hraðari. Hann hefur örlítið hraðari. Býtum við, hvað er að gerast hér? Hér er Stefán Freyr að koma sér fram úr Nei, fyrir ekki. Ég ætla að vera aðeins að rólega yfir þessu. Að koma sér fram úr Vigfús Hauk. Því að Vigfús Haukur náði... Vigfús Hauk, ég er árekstur. Þeir haldast í lagi. Þórhallur Ingi Jónsson nær að stinga sér upp í 5. sæti. Við þurfum bara endursýningu með þetta sammet, sko. Þórhallur Ingi hérna. Hér er áreksturinn og þeir fara... Kikki með Þórhallur. Stefán Freyr hérna við hliðina á sér. Það virðist ekki verða nein snerting. Vigfús Haukur bara missir sig. Ja, það er það sem við sjáum allavega. Stefán Freyr í 4. sæti, Patrik Magnússon í 3. Og núna er það bara Vigfús Haukur sem er rétt á eftir Þórhalli. Aron Breki komin upp í 7. Allt að gerast. Allt að gerast. Vigfús Haukur örlítið vítt þarna. Hérna er Sigurgeir að reyna. Sigurgeir í brjálæðri sókn á Aron Breka. Koma svo. Ef það okkur ekkert góðan kappastur hérna í blálokinn. Sigurgeir 21 hringur búnir af 23.
Sigurgeir Lúðvíksson hérna á hælunum á eftir honum að Aron Breka. Nær hann endarraðanum hér út? Nei, Aron Breki með gríðarlega góðan hraða út úr beginni. Sigurgeir bara hangir í honum, reynir. Gunnar Karl kom upp í fyrsta og búinn að vera þar í þokkalegan tíma. Gunnlaugur Ásgrímsson í öðru sæti, rallymeistarinn sjálfur. Ég held að þetta verði í fyrsta skipti sem að Gunnlaugur Ásgrímsson nær pól hjá okkur, verðlaunapall. Og Þórhallur Ingi á eftir Stefáni Freyr. Stefán Freyr mögulega að fara að klára í hæsta sæti sem hann hefur nokkuð tíma náð í Formúlu 4-deildinni. Það er Sigurgeir mögulegur. Nei, ekki ennþá. Hann er á fleygiferð samt. Beint fyrir aftan Aron. Stutt frá honum. Eitthvað gæti gerst. Við förum inn á síðasta hringinn. Og Sigurgeir þarf að fara að gera eitthvað núna. En hérna er Stefán Freyr og hann er með liðsfélaga sinn. Beint fyrir aftan sig. Þórhallur Ingi Jónsson, pappinn á Sunnu, gerir allu og hérna sýnist mér, tekur í ytri línuna, já, næra ekkert að gera úr því. Hér er Aron Breki og Hinrik Haraldsson kom með svart flagg. Er þetta atvikastig sem er að hrjá hann? Og hér er Þorgils að stinga sér fram úr Jón Bjarka eða hvað? Nei. Jú, nei. Hann næri því ekki. Hann næri ekki að læsa þessu. Þá er það bara Sigurgeir sem er beint fyrir aftan Aron Breka. Stuttar á milli. Þórhallur Ingi náttúrulega líka að reyna að komast fram úr Stefáni Freyr sem er í 4. sæti. Þannig að það er ennþá barátt 4. sæti. Það er barátt 7. sæti. Og það er barátt 11. sæti. Við límum okkur við 8 og 9 sæti, 8 og 9, þar sem að Sigurgeir er að reyna að koma sér fram úr Aron. Hann er búinn að vera að gera það núna í nokkra hringi. Og við erum á næst síðasta hring þessara keppni. Hver er að fara vítt? Vigfús Haukur í 7. sætinu. Örlítið víður þarna með Aron Breka á hælunum á sér núna. Aron Breki er að ná honum. Vigfús Haukur er bara rétt rúmri sekúndu eftir Þórhall Inga sem er í baráttunni við Stefán Freyr. Svo þetta er mjög þétt seti hérna á milli þessara drengja. Þeir gætu tæknilega séð allir endað í 4. sæti ef að Stefán Freyr bara gerir smávægileg mistök. Gunnar kominn á síðasta hringi sinn með 9 sekúndna forskot í Gunnlaug. Og hér er Vigfús Haukur að gera sig líklegan. Aron Breki að gera sig líklegan. Nær Aron Breki undercutinu hér. Nær ekki að skera undir, nei. Baldurinn segir good game. Já, þetta er búið að vera gott. Þetta er búið að vera mjög gott. Ég er Aron Breki að reyna. En svo gott sem samhliða Vigfúsi Hauk. Núna telst hann samhliða og er kominn við samhliða. Já, en er nær hann að koma og líma sér út úr þessari beygju. Og hvað gerir Sigurgeir þetta beint fyrir aftan? Aron Breki nær að sníkla sig fram úr. Sigurgeir ætti að hengja sig beint aftan í Aron Breki og reyna að nýta sér
kjölsói sem myndast má alls ekki lenda aftan á Arnór Breka hér því það getur valdið miklu vandræðum. En hérna náðu þeir að báðir að tróða þeir fram úr í Vigfúsi Hauk. Virkilega flott hjá þessum drengjum. Vigfús Haukur gefur ekkert eftir, hangir þetta beint fyrir aftan á. Bremsar hann seinna hér inn? Nei, gerir það ekki. En það gerir eins og Sigurgeir bremsar seinna en Aron nær að læsa sig samhliða en missir hann í þetta fram úr hún virmenni að fara inn á síðustu 2-3 beygirnar og Sigurgeir Lúðvíksson er beint við hliðina á Arnór Breka og þetta gerist eitthvað. Nei, það gerist ekki. Það sem ég held að þeir eru 3 samhliða. Þeir ætla allir inn í þessa beygju fyrstir og einhvern veginn tekst. Nei, Sigurgeir Lúðvíksson og Aron Breki. Nei, Vigfús Haukur og Sigurgeir lenda saman. Aron Breki með svart flagg og Vigfús Haukur beintir í pit sem því að Sigurgeir Lúðvíksson nær að trítla fram úr þeim báðum eða hvað? Jú. Stefán Freyr tekur 5. Þórhallur Ingi í 4. sætinu. 3. sæti tekur Patrekur Magnússon og hann Gunnlaugur í öðru og Gunnar Karl í 1. Röddina mín er farin. Come on, ok. Það er svart flagg á Aron Breka, það er svart flagg á Vigfús og það er svart flagg á Hinrik. Hvað er að gerast? Arnar Kristjánsson tekur 10. Þorgils hér í 11. Elvar ég veit ekki meir. En eins og svo oft áður er það Gunnar Karl Vignisson fyrir hönd Aðalbón Racing Team sem tekur sigurinn. Virkilega flottur akstur hjá Gunnar Karl Vignis. Og svo er Patrekur í 3. En það er hann Gunnlaugur Ásgrímsson, rallymeistarinn sjálfur sem tekur í 1. skipti pallsæti hér hjá okkur í Formúlu 4-deildinni. Í öðru sæti drengurinn en meistarinn sjálfur sá sem leiðir þessa keppni Gunnar Karl Vignisson í 1. Einhvern veginn fekk þetta bara gefins þarna á hann, algjörlega gefins. Hvar er þá? Halló? Stefán Freyr? Jæja, allt í lagi, þá bara er allir farnir af brautinni, við skellum bara pressu hérna. Staða í lok keppni. Ok, þá skulum við skoða aðeins betur. Það er þá Gunnar Karl sem tekur sigurinn. Gunnar Laugur Ásgrímsson í öðru, Patrekur Magnússon í því 3. Þórhallur Ingi Jónsson í 4. sæti og Stefán Freyr í 5. Sigurgeir Lúðvíksson í 7. sætinu, Bjarni Sigurðsson í 7. sæti, 8. sæti Hirðirann Arnar Kristjánsson og Þorgils Árni Hjálmarsson tekur 9. Jón Bjarki Oddfríðarsson í því 10. og í 11. sæti er Elvar Karlsson. 12. sæti tekur Aron Breki Valgeirsson eftir bara brösulega baráttu, skulum við segja. Vigfús Haukur, eftir að hafa setið í 3. sæti í svolítinn tíma, búinn að komast þér í smá vandræði með svörtum flöggum. Skítur getur skeið, en hann var næstu því búinn að taka 3. sæti.
Hinrik Haraldsson í 14. sæti, Ragnar Þór Valgeirsson í 15. Dagur Tumi við Guðmundsson í 16. og Hákon Darri í 17. sæti eftir Royal klúður að náðan sem að bílinn fór í köku og allt í klessu. Viktor Smári Þórðarsson tekur 8. sæti, Alexander Hauksson tekur svo 19. Ég ætla að segja þetta aftur. Hákon Darri náttúrulega lenti í slysi sko. Hann keyrir á bíl sem þvert yfir brautina, þannig að hann kannski gerði ekki mistök sko. En það var vesen sem hann lenti í allavega. Þá þessari keppni hjá okkur í dag lokið. Þetta var stórfenglegt, það það sem þetta var. Og ég er bara mjög ánægður með hann öryggisbíl. Hann hafi komið þetta út því að hann gerði góða hluti fyrir okkur sem við vorum heima að horfa. En einhver hluta vegna, ég veit ekki hvernig, þá tókst Gunnari Karl Vignisson að hirða mest af þessu frá okkur og taka fyrsta sætið. Ég veit ekki hvernig þetta virkar, en þetta virðist vera svona fyrir hennan dreng. Ótrúlegt. En, já, hérna líkur þessi kvöld. Ég þakka ykkur kærlega fyrir. Við sjáumst aftur eftir viku? Kannski 2 vikur. Á 5. allavega, ef þið ítið á bjölluna hérna á YouTube, þá fáið þið tilkynningu beint í síman hverja næsta keppni hjá okkur Þá getur næst og það kvartbílað helgina, kæra fólk, kappakstur á YouTube. Eða bara leitið af kappakstur á YouTube, þá getið fundið kvartmílu keppni sem verður núna á laugardaginn. Það á morgun þólagstur, nei, það tíma að sjá kvartmílu klúbum, svo ég mæli endilega með að þið kíkið upp á kvartmílu klúbsbraut hjá okkur á morgun og sjáið bíla keyra hratt. En allan, hér líkur þessu í dag. Ég þakka ykkur öllum kærlega fyrir. Sjáumst næst, það verður stórfenglegt. Góða nótt.